Góða kvöldi. Gott að sjá ykkur. Velkomin á svona aðventu lofgjörðar eitthvað stund hjá United. Við ætlum að lofa Guð í kvöld og já, bara svona þetta er síðasta samkoman okkar fyrir jól og áðan frammi var kakó og eitthvað svona með því og eftir stundin ætlum við að fara aftur fram og fá okkur kakó og svona kósið. Eru þið til í það? Ef við ekki bara biðja, ég var í svo fætur að biðja. Heilaði far, ég þakka þér fyrir nærveru þína, ég þakka þér Drottinn minn ég þakka þér fyrir gjöfina sem þú gafst okkur í jólunum, ég þakka þér fyrir Jesú barnið sem fæddist sem að koma í þennan heim til þess að frelsa okkur Drottinn. Far, ég biðja að vera með okkur hér í kvöld, ég biðja að andi þinn fá bara að flæða og megi nærvera þín snerta við okkur Drottinn. Á þann hátt að það sem að allt sem að ekki að þér komi megi falla tíjarnar Drottinn. Að Drottinn við beinum sjónum okkar að hásæti þínu í kvöld og við lyftum augum okkar að þér. Og ég biðja Drottinn minn að hreinsa burt allt það sem er ekki þér til dýrðar Drottinn. Að loka dyrum sem þarf að loka og opna það sem þarf að opna Drottinn. Verði viljið þinn í lífum okkar í kvöld Drottinn. Amen.
that the tomb all that went through the grave was empty inside. Ain't no other pull the greatest miracle so far time. You got power, demons cower when they hear your name. Oh, you got power, that's the towers with the lion looks up. You got power to give out any kind of pharaoh. Even your darkness is so kind of destroy. You are the Lord. Holy. You are the Lord. Holy. You are the Lord. Holy. You are the Lord. All those funerals you ruined when you made the dead rise. Heaven heal you since spit him up to open thine eye. I got wonders I can number, couldn't count if I tried. Called the doctor and the doctor said I'm giving you life. Tell your enemies the victory is already here. More than 60,000 angels, just the tip of the spear. One day every knee will bow and every heart will be yours. This is the end of the war, count of the score. You are the Lord. Holy, you are the Lord. Holy, you are the Lord. Holy, yeah, you are the Lord. Holy. How many enemies spinning on bended knees, swallowed up in defeat? Can't count them. How many raging seas open in front of me? How many victories? Can't count them. How many prophecies no one would dare believe? Now it's reality. Can't count them. How many broken men given a second chance? See all the lifted hands. Can't count them. How many Thomases doubted your promises? Standing out here coming. Can't count them. How many hospitals said it's impossible? How many miracles? Can't count them. How many paralyzed living a different life? Go on and testify. Can't count them. How many sinners saved? How many bodies raised? How many empty graves? Can't count them. You are the Lord. Holy, yeah, you are the Lord. Holy, you are the Lord. Holy, you are the Lord. Góða kvöldið. Hvað segið þið gott? Velkomin á samkomu, gaman að sjá okkur hér í kvöld. Vona allir að fengi sér kakó og meðlæti hér. Við ætlum að hafa það líka á eftir samkomuna, þannig að það er ekkert of seint að fá sér eitthvað gott í gogginn. En við ætlum fyrst og fremst að taka á móti andlegri fæðu hér í kvöld. Njóta þess að vera til, njóta þess að vera saman, gott að koma saman svona rétt fyrir jólin. Við ætlum aðeins að deila með okkur stutt orði í og laufi hér og eftir, en fyrst og fremst þá ætlum við að hafa lofgjörð og syngja eitthvað jólalög. Hjóla, jól og eitthvað fleiri, það ekki? Nei. En hérna, við skulum rísa á fætur, við ætlum að biðja fyrir bænarefnum. Það eru nokkuð bænarefni sem hafa komið inn. Og svo það er nú kannski ekkert svo skrítið að oftast fjallar þetta fólk sem eru að berjast við fíknina. Fólk sem hefur hérna farið í neyslu að nýju. En við vitum og mörg hér inni vita að Guð er engin hlutur megn. Hann reisur okkur við. Og biðja fyrir fólki sem að þarf á hjálp hans að halda eins og við öll þurfum. Og síðan eru við öll með eitthvað bænarefni á okkar hjarta sem við skulum lyfta upp til Drottins. Gott að loka augunum og sitja út hendurnar. Svolítið svona að gefast upp og leyfa Guð að koma og taka burtu það sem að hann þarf að taka burtu, lyfta bænarefnunum upp til hans
og hann mun vel fyrir sjá. Bara Faðir, við þökkum þér fyrir kærleika þinn, þökkum þér fyrir náðina, miskunn þína Drottinn, og við þökkum þér fyrir að þú ert hér fyrir þinn heilaga anda Drottinn. Við leggjum bara einn og sérhvern sem hér inni Drottinn í þínar hendur. Við þökkum þér fyrir að þú elskar alla menn án skilyrða. Ég bið þig Drottinn umvefja einn og hvern Drottinn minn. Fólk sem að berjast við óttan, við krumluna hérna í maganum sem rífur í Drottinn. Ég bið þig bara Faðir minn að þú megi gefa þeim frið. Friði sem æðri öllum skilningi okkar manna, Drottinn. Þú gefur okkur að við megum bara lyfta bænarefnum okkur upp til þín, kvíðanum okkar, óttanum okkar, fíknin okkar, Drottinn. Við bara lyftum upp til þín, Drottinn. Og þú, Drottinn, grípur inn í, Drottinn, og gefur okkur þennan frið sem við þurfum á að halda. Ég bið þig fyrir þessum einstaklingu sem hefur verið talað við okkur út af, Drottinn, sem að berjast og að núta þjást ennþá, Drottinn. Í kvöldanum, Drottinn, við þekkjum það svo mörg að vera á þessum stað, Drottinn. Ég bið þig, Faðir minn, að þú megi bara svona koma til þér, Drottinn, með þína hönd, Drottinn. Grípa í þau, Drottinn. Gefa þeim, Drottinn, að vita að þú ert með þeim, þú ert hjá þeim. Þú, Drottinn, yfirgefur þau ekki, Drottinn. Og ég bið þig bara blessun og varðveislu yfir einn og sérhvern af þeim, Drottinn. Þú megi leiða það rétta vegu, Drottinn, inn í meðför og fá hjálpina, Drottinn, sem þau þurfa á að halda. Ég bara blessum einn og sérhvern, Drottinn minn, í Jesú nafni. Biður líka fyrir fjölskyldu, Drottinn, erfiðleika sem þar. Biður fyrir, Drottinn, að það megi koma þessi sátt sem þarf að koma, Drottinn, að fyrirgefningi megi koma á báða, Drottinn. Og ég þakka þér, Drottinn, að auðmýkt undanfari virðinga, Drottinn, og biðum að fólk megi sína auðmýkt, Drottinn. Koma fram fyrir þig, Drottinn, og viðurkenna yfirsjónu sína, Drottinn, og taka á móti fyrirgefningu eins og þú fyrirgafst okkur í Kristi Jesú, Drottinn minn, í Jesú nafni. Í Jesú nafni ég bið. Amen, amen, amen. Ég veit náttúrulega líka að taka samskot. Það alltaf nokkur sem hafa sambandi við okkur rétt fyrir jólin, hún sem þarf á hjálp að halda. Hvet ykkur að vera dugleg og þökkum fyrir pottinn sem var á síðasta mánudag sem var alveg stórkostlegur og það gott mál. Þá getum við líka stutt við fleiri og það posi hérna aftast ef við viljum fara í hann og við látum föturnar ganga og tökum þátt í þessu saman. Þið getur líka haft samband, við getum lagt inn á reikningsnúmeri sem hérna aftur á töflunni og tökum þátt í því að gleðja aðra. Það svo gott að geta hjálpa til og vera með til staðan fyrir aðra. Við elskum það. Elsku það. Skulum halda fólkinu okkar upp og þeir sem eru hér, við erum duglega að biðja, halda fólki upp í bæinn. Hilma mín, þitt fólk, þú veist, við bara lyftum öllu þessu fólki sem er að koma út meðferðum og út af Vogi, bara við höldum upp í bæinn að Guð megi varðveita og halda utan um þau og gefa þeim þann styrk sem þau þurfa á að halda. Sérstaklega þennan jólatíman getur verið svo erfiður í Jesú nafni. Amen. Nefna nafni Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Það má finna frið í þinni návist, segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafni Jesús, allt það böl sem bindur brotið þig. Ég lýsi yfir von og nýju frelsi, segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Skinn gegnum skugga, þú ert mér svo
Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Frá fjöllum rópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er vörn. Þú brýtur vegginn, skín gegnum skugga, þú eldur sorg. Þitt nafn er kraftur, þitt nafn er lækning, þitt nafn er vörn. Þú brýtur vegginn, skín gegnum skugga, þú eldur sorg. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesus, yfir hjörtun öll og hver ég sá. Því það má finna frið í þinni nást, segjum Jesus. Frá fyrstu hrópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Halleluja. Frá fjalsku rópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Fjalsku rópum Jesus, Jesus strætum á, Jesus inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesus. Halleluja, amen. Halleluja, takk Jesus, við lofum þig drottinn Jesus, halleluja, fyrir það hver þú ert drottinn Jesus. Come on, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, to Bethlehem. Come and behold him.
of angels sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. Come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be Prince of Peace, Mighty God. His name shall be Emmanuel. Praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name Hætt, nei. Það var rétt að hýta upp í dansinum. Halleluja. Við ætlum bara, getum ekki smá tónlistundir, það er svo gott.
Það svo gott. Þetta hún Laufey. Hún æði. Við viljum aðeins bara taka nokkur svona, bara smá hugleiðingu þennan tíma. Af því ég veit að þetta mörgum alveg gríðarlega erfiður tími. Og kannski líka skiljanlegt. Þetta svona tími fjölskylduna, þetta tími þegar fjölskyldan kemur saman til að fá sér að borða og sumir eru einir. Ég hef búin að lesa nokkra pósta núna sem hringir mig alveg svakalega á Facebook af fólki sem hafi farið að kvíða jólunum, fólk sem eitt, fólk sem inn á hjúkrunarheimilum og dvalarheimilum og maður fyllir svo mikið bara sorg. En fyrir okkar hóp þá höfum við alltaf sagt það og samtökin tala um það, 12 spórakjöfnin tala um það að sameiginlega velferðin okkar situr í fyrirrúmi og baturinn er undir einingunni komið. Og það akkurat sem ég langar til að benda á fyrir þessi jól. Og það það að við höldum utan á hvort annað og við hjálpum hvort öðru. Og eitt hlutur sem ég langar svo að segja til þeirra sem eru kannski að stíga sín fyrstu skref í heterómennskunni og það hlutin það að það ekki sama hvernig þú ert að umgangast. Að við missum rosalega mikið varnirnar svona þegar þessi tími kemur og við finnstu vera svona í lausu lofti og þá skiptir máli hverju við hlið þér. Og þú veist og neyslufélagarnir, fyrsta sem ég segi menni og sérstaklega unga stráka og stelpur sem að koma út meðferð, fyrsta segi skiptum símanúmer og hentu Facebookina. Af því við þurfum ekki á þessu áreiti að halda og alls ekki á þessum tíma. Og það svo auðvelt og ég hef verið á þeim stað, vitið það, ég var í eymd og volaði, fársjúkur, en ég var samt í eymd og volaði og sjálfsvorkunn í mörg ár út í Svíþjóð. Bara skældi mig í svefn á hverju kvöldi hvað allt var óréttlátt og við mig og ég, en ég, málið var þetta var allt ég sjálfur. Það var ég sem hafði búið þetta til, sko. Ég hafði búið til þessar aðstæður í mínu lífi að ég fann þennan ótrúlega einmanaleika. Og það nefnilega hægt að fara svo langt inn í einmanleikan og sjálfsvorkunn að hún fyrir að vera góð. Það gott að vera þar. Vitið þið það? Hlusta á einhverja söng og gráta með og get ekki hort á bíómynda á þess að háskælu úr sér auguna því að þetta allt svo óbúslega viðkvæmt eitthvað. Ég heldur að tala. Þannig var ég allavega, ég veit ekki með ykkur. En hvað segðu þau lög? Hvað best að gera svona fyrir á jólahátíðinni? Sko, aðventan fyrir mér og það sem aðventan þýðir þetta biðtími og við erum að bíða eftir aðfangadegi eða jólunum eða sumum hlakka til og aðri kvíða. Og í gærkvöldi þá vorum að hittast, það var svona litlu jól og það voru helmingurinn af bæði börnum og barnabörnum, þau verða ekki með mér á aðfangadag eða yfir jólin, semst ekki að þeim. Þannig ég heimtaði litlu jól sem ég fekk, nema það var gert tré, við skreyttum tré og svo voru pakkar undir jólatré og með miðunum og svona. Og það var svo dásalt að sjá og mér var hugsað til þess að eitt af barnabörnunum, hann var svona, hann vildi náttúrulega fara að opna þessa pakka ef við ætlum að borða. Og hann fekk, þá settist hann bara við jólatré og fór svona að raða þeim. Hann fór bara að raða þeim, einn pakka, eða veist ég, einn bunka og svo bara raða þeim í annar bunka og svona laga til tréð bara dálítið lengi til að eyða tímanum út af því að það er svo erfitt að bíða, sérstaklega þegar maður er ungur. Og þið muni eftir þessu þegar maður er að bíða eftir einhverju skemmtilegu. Og það er svo spennandi, maður er að bíða eftir aðfangadegi eða að bíða eftir pökkunum og ég tala nú ekki líka þegar maður eignast barn meðgangan. Veist, og ég hef heyrt að fólk sem hefur farið fram yfir þá hver einasti klukkutími hann er rosalega langur. Og fyrir þessi litlu börn sem að horfa á pakkan og vita að það er eitthvað spennandi í pakkanum, þá er þetta biðtími. Og biðtími og núna er þriðji aðventu og það er fögnuður. Það er lag sem heitir Joy to the World sem að hvað það? Hvað svona gaman við jólin? Jú, það er Jesú Kristur. Hann er pakkin okkar. En við höfum hann á hverjum degi, í hver skipti sem við drögum andan, þá getum við opna Biblíunni, opna fagnaðar erindið. Fagnaðar erindið, Joy to the World, fögnuðurinn til heimsins. Fögnuðurinn inn í lífið þitt og þitt. Fögnuðurinn inn í lífið mitt, inn í mína kringumstæður. Þannig ég hvet ykkur núna á þessum biðtíma, ef þið í einhverjum biðtíma það að bíða eftir ykkur. Og ég tala nú ekki þeir sem að sitja inni sem vorum að tala áðan Linda, þau sem eru í afplánum. Þetta biðtími
að hver sem biðtími, hvað sem þú ert að bíða eftir og þessi biðtími sem þú ert í núna sem getur verið á svo mörgum levelum, opnaðu fagnaðarerindið, hugsaðu fagnaðarerindið og talandi bíómyndin, ég var að hugsa sko allar myndirna sem við getum hort á sem svona feel-good myndir en líka það fullt af kristilegum góðum já, getur grátið það líka en svona það sem að reynir svolítið að fókusera á fagnaðarerindið, fögnuðurinn sem Jesú, sem elskar þig svo mikið að það eitt og sér náttúrulega þvílíkt fagnaðarefni og hann elskaði þig fyrst og hann mun alltaf, þú munt aldrei komast í þú munt aldrei átta þig að fullu hvað hann elskar þig mikið og það dásamlegt að vera ástfangin af einhverju sem elskar þig miklu meira. Þannig ég vil hvetja það núna. Amen. Og það líka andadráttur trúarinn hvað? Bænin. Og það að biðja, leita Guðs, sama hvað það Það stendur í Filippibréfinu, við kallaðum hérna vessið okkar, alkavessið, að vera ekki hugsjúk. Hver þekki það ekki, maður að vera alkoholisti. Það allt í steypu hérna, sko. Það bara hrærivilin á fullu. Verið ekki hugsjúk neitt. Heldur gjörðu öllum hlutum óskýrleika kunnar Guði með bæn, beðni og þakkagjörð. Og þakkagjörðin kemur að því við þökkum Guði fyrir bænasvarið þó að það sé ekki komið. Við erum bara fullviss að Guð grípi inn í líf okkar þess að þökkum honum fyrir bara strax. Bæn, beðni, þakkagjörð. Og þá mun friður Guðs, og það engin eðlilegu friður, sem æður í öllum skilningi, mun varðveita hjartað þitt og bönina. Nei, það stendur ég ekki bönina. Hjartaðinn og hugaðinn í Kristi Jesú. Og það það sem að gerist. Og við fáum þessa ró í líf okkar með því að biðja. Eiga þetta samfélag við Guð, þetta enga samfélag við Guð, þar sem við erum ein með honum. Og eins og ég hef sagt svo marga sem eru kannski stíga sér fyrstu skref, þetta engin formúla. Það engin formúla bak við þetta. Við biðjum bara í Jesú nafni, það númer 1, 2 og 3. Það passvorðið inn í himinin, Jesús Kristur. Og við tölum bara við Guð. Hann pabbi, Guð. Við tölum Guð faðir. Ég sagði aldrei faðir við pappa minn, sko. Faðir, get ég fengið 100 kall. Nei, ég sagði pabbi, 800 kall. Skilur við. Og það sagði með pappa á himnum. Hann pabbinn á himnum, hann faðir, Guð faðir okkar. Og við tölum við hann þannig. Og eigum samskipti við hann. Stundum líður ekki vel og við leyfum honum að heyra það. Hann þolir það alveg. Hann elskar samfélagið við okkur. Og hann mun grípa inn í lífið þitt. Sama á hvaða stað þú ert í þínu lífi, hann mun aldrei bregðast þér. Aldrei nokkuð tímann. Það bara ekki til í dæminu. Og það lífið sem við lærum að lifa í trú og fullvissu hver Guð Erum við ekki sammála því að við ætlum að eiga yndisleg jól og ég núna, við ætlum að biðja núna í lokin og ég biddu Guð að sýna þér einstaklinga sem að hann vill að þú hafið samband við, að þú eigir samfélag við og sérstaklega yfir þennan tíma sem svo erfið og svo mörgum mönnum. Og þetta alveg bara inn í meðferðarstöfnunum þegar fólk að fara í dagleifir eftir jól. Þetta alveg bara eins og rússnesk rúlletta hverju góðan tilbaka. Þetta alveg ótrúlega erfiður tími og miklu erfiður heldur en fólki sem nokkuð tímann grein fyrir sem aldrei þurft að berjast við fíknina. En það þekkjum við sem erum hér inni. Þessi þráhyggja dauðans sem í líf okkar. Bara einu sinni enn, ég næ í svo örugglega. Þetta alveg komið held ég núna. Nei, það ekki þannig. Einn dag í einu erum við trú með Guðs hjálp og þá gengur það. Amen. Ég bið löfum mín. Takk Jesús. Drottning Guð, ég þakka þér fyrir við getum bara lagt líf okkar og þennan biðtíma, þessa eftirvæntingu og von í þínar hendur drottin og við væntum þess að þú komir lækningu og lausnin í samskipti og ég bara þakka þér drottin og komir lækning og lausn, gefur okkur visku, gefur okkur frið og ég þakka þér drottin að þú kennir okkur bara andadráttið þinn, kærleika þinn og sýnd okkur bara á þessum dögum sem eru framundan, sýnd okkur bara kærleika þinn og náð og hvaða margt sem við getum þakka fyrir og hlakka til. Takk Jesús. Amen.
Jólin eins og ef komið fram getur erfið tími, það er líka samt svo fallegur tími. Ef við hugsum eins og við vorum að tala hvað gerðist á jólunum, það var að frelsarinn okkar, hann fæddist. Heilagt lítið barn fæddist á jólunum. Við skulum rísa á fætur og lofa Guð. Kynslóð eftir kynslóð krjúpa mun í lofgjöf, lofar alveg látlaust til lambi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trú fá senn, lofa alveg látlaust til lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn það lofar upphöf. Allt var tign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn og
Guð fyrir einum ber, allt mitt líf því færið þér, söng hvað sem að mikla verkin þín. Útrétt hönd og hjarta mitt, gerðu Guð það sem þú vilt, því nærvera er mesta gleðin mín. Svo fegur sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo lík öllu því sem ég hef séð. Ég vil aldrei hætta að undrast návist þína, ég vil alltaf hrífast af því hver þú er svo fegur sem þú gafst mér, sem minn vinur, er svo lík öllu því sem ég hef séð. Sendur
hjörtu sem eru uppfull af kvíða eða ótta fyrir komandi hátíð, Drottinn. Faðminn Guð, ég bið að fylla þennan stað þinni nærveru, að þú fyllir sérhvert hjarta að þínum friði, Drottinn. Ég þakka að þú ert friðarprins. Heilagi Faðir, þú vilt gefa okkur gleði, þar sem að hefur verið skortur á gleði, að þessi jólin megum við hlæja á ný, Drottinn, að við megum finna gleðina í hátíðinni sem tilheyrir þér, Drottinn. Fyllt okkur af þinni nærveru, Drottinn. Sendu regnið þitt inn í líf okkar, Drottinn. Sendu þitt heilaga regn inn í líf okkar, þar sem allt það sem ekki að þér fær bara flæða burt, Drottinn. Fylltu líf okkur af þinni rigningu, Drottinn, af gleði þinni, af friðinu þínum, Drottinn. Verði viljið þinn þessa hátíð, Drottinn. Syngjum saman, sendu regn. Sendu regn, helgur andi, sendu regn, helgur andi, ráð þú ferð, gefaðir þín komin, gefaðir þín komin. Amen, halleluja. Það er gott að fá að koma saman með nú Jesú. Amen. Nú erum eins og við erum búin að tala um í allt kvöld jólin að koma og ég er rosalega mikið jólabarn, elska desember, þetta er uppáhaldstíminn minn, en ég veit það er ekki þannig hjá öllum. En við hjónin fórum, við langar að segja okkur bara örstuð, við fórum til New York síðustu helgi, að því að búið draumur minn sem var lítið stelpa að upplifa jólastemningu í New York. Og á sunnudeginum förum við svo á samkomu á Hillsong. Yndisleg lofgjörð og frábær predikun. En hann sem sagt er að predika og er auðvitað að tala um það sem er að fara að gerast, aðdraganda jóla. Og hann er að segja frá því að hann er í leik með litlu stelpunum sínum. Ég tengdi rosa mikið, þannig átti börn, ég og börn og stelpur og reyna að gera eitthvað skemmtilegt með börnunum sínum í desember í öllu stressinu. Og þau voru í, hvað heitir þetta, svona látbragðsleik, eða þú leikur eitthvað og þá að giska hvað þú ert að gera. Og hann átti að leika helgileikin, nativity scene, þegar Jesús fæðist. Það sem var merkilegt við það er að þegar hann reyna að leika þetta, svolítið erfitt hvernig að gera það, hann allavega fyrir að leika óléttu konu og eitthvað og börnin fatt ekki neitt. Og svo í lokin það spyrja þau, akkur varstu óléttur, hvernig tengist það jólunum? Og hann bara, úps, ég er pastor, ég er búinn að bregðast. Og þá vorum við að ræða okkar á milli hjónin bara, við ætlum kannski að tala meira um þetta við stelpunar okkar, að María er að sjálfsögðu ólétt. Og þið sem hafa gengið með börn og verið í kringu þá sem ganga með börn, þetta er erfitt. Þetta er ógeðslega erfitt, en þetta er geggjað. Og María var örugglega þreytt og þetta er átök. En svo fæðist þetta litla kríli og heimurinn breytist. Þegar ég fekk barnið mitt fyrst í hendurnar, veröldin breyttist. En ekki eins mikið og þegar Jesús fæddist og hann fæddist fyrir okkur öll. Og það sem ég varst ennþá merkilegra við þessa predikun var að nokkrum dögum áður þá dreymir mig draum að ég sé ólétt. Ég er ekki ólétt og það er ekki bara að gerast, en það að dreyma það að vera óléttur, það er mjög oft tákmyndu upp á eitthvað nýtt. Og mér fannst Guð vilja að ég myndi deila það með ykkur, en það er eitthvað nýtt. Það er ekki bara jól, það eru jól, við fögnum að frelsarinn fæddist og hann gaf okkur líf, en svo kemur nýtt ár, nýtt upphaf og við getum byrjað upp á nýtt. Eins og við Íslendingar gerum, við erum ótrúlega duglega að taka áramótaheit og allt byrjað með trompi. Svo kemur 3. janúar og úps, ég er búin að drekka kóksúpa eða eitthvað. En mér langar bara að hvetja ykkur, tökum trúarskref á nýju ári. Ég er í vinnu með fólki sem er bilaslega markmiða glatt. Það er alltaf að setja sem markmið og það er strax byrjað að tala um hvað ætla að gera á nýju ári og hvað ætla að ná og hvað ætla að gera margar arbeigur. Vorum í nóvember áskorun, þá átti að gera 1000 til 5000 arbeigur yfir mánuðin. Takk fyrir pent. Ég bara, já, einmitt, ég ætla að gera 1000. Gerði ekki alveg, en næstu því. En ég sit og hugsa, þetta er geggjað, en hvað get ég gert?
hvaða skref get ég tekið nær Jesú? Hvar get ég tekið eitthvað stórt, ekki stórt, lítið, stórt eða eitthvað, tekið eitthvað skref til þess að nálgast hann ennþá betur? Að ég gleymi því aldrei hver hann að ég nái alltaf að fara lengur og lengur, og eins og við vorum að syngja hérna konunginn, þetta litla barn sem fæddist í Betlehem og var lagt í jötu. Þetta konungur konunga. Hann ekki ennþá lítill, við fögnum fæðingu hans, en hann ekki ennþá þetta litla barn í jötunni. Hann drottinn okkar og frelsari, og hann tilbúinn til þess að leysa okkur öll undan einhverju ánauð eða eitthvað sem að íþyngja okkur. Og hann tilbúinn með, hann búinn að sigra. Þess vegna eru páskar, að því hann fór á krossinn og hann dó. Hann fór alla þessa leið, gekk hérna í 30 eitthvað ár til þess að fara á krossinn, til þess að deyja fyrir okkur. Og hann með sigurinn, en við þurfum að taka skrefið. Við þurfum að taka skrefið. Hann búinn að leysa þig undan fíkninni, en þú þurft að taka skrefið í átt að frelsinu. Hann búinn að leysa okkur öll undan sjúkdómum, og stundum þurfum við bara að trúa aðeins betur. Stundum eigum við að vera veik í einhver tíma, ég ekki að segja það. En við þurfum alltaf að treysta því að hann með sigurinn og hann með lausnina fyrir okkur. Að þetta litla barn sem fæddist á jólunum, hann óx úr grasi. Hann kraftaverk af Guð. Hann lausnarinn og hann gefur líf, og enn í dag nákvæmlega sama og hann gerði þegar hann gekk á jörðinni, getur hann gert fyrir þig. Þannig að endilega við förum inn í, ég ætla allavega að reyna að muna það, ég ætla að kenna börnunum mínum fæðingu. Það að það sé eitthvað nýtt að brjótast fram, og yfirleitt þýðir það eitthvað gott. Og ég trúi því að þessi draumur sem ég fékk var ekkert bara fyrir mig, hann var fyrir kirkjuna á Íslandi. Það eitthvað nýtt framundan í kirkju Krists á Íslandi, og bara á Íslandi yfir höfuð. Guð ætlar að gefa góðan sigur, stóran sigur. Amen, má ég heyra amen? Það þegar byrjað, ég vinn í skóla, ég að sjá fullt af crazy krökkum, allt í einu biðja og gera eitthvað, geggjað. Þannig að Guð byrjaður, tökum skrefið lengra, 2025. Amen. Þú ætlum að fara í síðasta lagið sem dásamlega fallegt, örugglega eitt fallegasta jólalag. Ég held við verðum að standa á fætur. Að því við erum að fara að hylla konunga. Þó þessi jólalag, skulum við ekki gleyma því. Við erum að lofa hann. Hver hann og hver hann var, og hver hann verður alltaf. Amen. Stjarna blikar blíða, þá barnið Jesús fæddist hér á jörð. Í dauða myrkrum daprar þjóðir stríða, uns Drottinn
máltíð. Við skulum fara fram og fá okkur kakó og eitthvað með því. Guð blessi ykkur.